Fons félag Pálma Haraldssonar millifærði 3 milljarða á fyrirtæki í Panama 6 dögum áður en gengið var frá samningi lánið. Þótt það væri til 3 ára var það afskrifað sama dag og samningurinn var undirritaður. Fons fyrirtæki Pálma Haraldssonar afskrifaði lán til fyrirtækisins Pace í Panama 3 árum áður en það var á gjalddaga. Féð var millifært áður en gengið hafði verið frá lánasamningi. 3 milljarðar króna fóru vorið 2007 frá Fons, fyrirtæki sem áður var hryggjarstykkið í viðskiptaveldi Pálma Haraldssonar, í gegnum Landsbankann í Luxemburg til fyrirtækisins Pace Associates í Panama. Pálmi sagði í yfirlýsingu vegna fyrri frétta Ríkisútvarpsins af þessum viðskiptum að Pace hafi verið kynnt sér sem áhættu fjárfestingarsjóður sem fjárfesti meðal annars í fasteignaverkefnum á Indlandi og hygðist efla starfsemi sína meðal annars með fjárfestingum í skráðum erlendum verðbréfum og fasteignum víða heim. Féð var millifært til Panama 24. apríl 2007. Lánasamningur vegna þessa dagsettur 6 dögum síðar, 30. apríl. Þetta var svokallað kúlulán þar sem öll upphæðin var á gjalddaga nákvæmlega 3 árum síðar. Ekkert var óeðlilegt við lánveitinguna, segir í fyrrnefndri yfirlýsingu Pálma. Sama dag og gengið var frá lánasamningnum 3 árum áður en lánið var á gjalddaga, var það hins vegar afskrifað í bókhaldi Fons. Fréttastofa hefur reynt að ná sambandi við Pálma Haraldsson síðustu vikur til að spyrja hann út í málefni Pace. Hvað hafi orðið til þess sama dag og menn undirrituðu lánasamningin að þeir hafi áttað sig á því að ekki væri hægt að innheimta lánið og ákveðið að afskrifa það? Á bakvið eigendur og stjórnarmenn í Pace, ef marka má firmaskrá þar síðra, frumskógur skúffufyrirtækja. Fons á hinn bóginn gjaldþrota og þrotabúið leitar fjárins. Það hafa yfirvöld hér á landi líka gert eins og við höfum áður greint frá og þau telja sig komin á slóð peningana enda hafa þau undir höndum gögn sem benda til þess að þeir Pálmi, Jón Ásgeir Jóhannesson og Hannes Márasson hafi skipulagt Panama-fléttuna fyrirfram. Það að koma peningunum út til Panama en síðan hafi féð ratað aftur eftir krókaleiðum í vasa þremenningana.